verið velkomin með okkur hérna í Fjölnir TV. Við vorum að klára hérna síðasta leikinn á móti IBVF og ég búinn að góma þessa föngulegu þjálfara hér. Andrés Gunnarsson og Jón Brynjar Björnsson, strákar, bara til að byrja með þessi síðasta leikur. Mér fannst hann persónulega bara fínn. Hefurðu viljað fá okkur meira út úr þessu leik, Andrés? Þetta einn að fá leikinn og veitu sem ég er ofboðslega full eftir leikinn sko. Ég sagði við stelpunar í gær að ég var stoppaðið í gær og sagði við þær að það væri séns við ættum að vinna hana leik eða við vildi vinna og þeim langaði að vinna líka en trúin var ekki næg. Við erum eftir 10 mínútur þá var þær bara búin að skora 2 mörk á okkur. Við áttum alla leikinn í byrjun, við gátum bara skila þær eftir í ríkinu, en við gerðum það ekki og það fór sem fór, við reynslan hjá þeim hjálpaði þeim og þær söksu alltaf á og unnu síðan leikinn. Já, Jón, eins og Andri segir, ég meina við fáum fámörk á okkur sérstaklega í byrjun, svo kemur svo smá bakslag og það kannski slæmur kafli í byrjun seinna hálfleik sem að fer kannski mikið með þetta, hvað finnst þér það? Já, við missum alveg ófæra langt frá okkur í seinni hálfleik og þá svolítið eins og trúin fara að minnka. Ég meina, það ná hérna eitthvað 5 marka fórskoti á tímabili. Við náum að saksa tilbaka undir lokin en það bara var og lítið og seint sko. Já, ég meina ok, ef við tökum þess að 2 síðustu leiki, við spilum á IBVF, tökum 3, erum í hörkuleik og Val. Þó við séum ekki að vinna þessa leiki, Andrés, þetta samt ekki svona ánægjulegur endir á, eins og ég skrifaði á netinu, löngu ströngu, jafnframt skemmtilegu tímabili, allan að vera í leikjum á móti liðum sem í úrslitakeppni og í efri hluta deildarinnar? Jú, þú veist, maður þarf líka að vera sanngjarn, sko, þú veist, maður má ekki bara vera fúll og ég að mestu hluti sáttur eftir veturinn. Við vitum leiki sem að við gerðum bara ekki neitt og skömmumst okkur fyrir þá leiki en við endum þetta á þeim jákvæðu nótum að við erum að sýna að það eitthvað til í liðinu, við erum ekki hérna bara til þess að sé leikur, það þarf 2 lið í leik og við það verður bara gaman að byggja á þetta. Algjörlega, Jón, nú tók ég viðtal við Díunu Ágústsdóttur og Fanneyjar Finnsdóttur í gær og þær sögðu báðar að það sem þær höfðu tekið út úr vetrinum væri að liðið væri búið að læra betur að hlaupa tilbaka. Hvað finnst þér um það? Er það eitthvað sem að þið þjálfararnir lögðuð áherslu á? Það byrjar á illa, leikur mútið Selfoss og Fram hérna heima þar sem við bara hlupum ekki tilbaka allir, við vorum að kasta boltanum frá okkur, komum okkur aldrei í vörn. Er þetta eitthvað sem þið hefur verið að vinna í eða leggja áherslu á að koma sér betur heim og spila betur í vörn? Náttúrulega aldurinn spilaði rosalega stórt hlutverk í því sko að við vorum að tapa svona stórt í byrjun, menn að við vorum að keyra á lið sem eru bara í hærri klassa en við sjálf og höfðum ekki nokkra virðingu fyrir þeim til þess að vera byrjuð að bakka þegar aðrar í liðinu fara að skjóta markið. Þetta alveg ástæðan fyrir við erum með svona slæma markatölu, en þrátt við það erum með hátt stigafjölda. Þannig að við sáum alveg fram að það mjög fljótt að þetta eitthvað sem við erum að vinna í og það fór svona að koma vel undir lokin. Já. Það fór að læra það, að þið þurfa virkilega að bakka tilbaka. Að verja markið númer 1, 2 og 3. Strákar báðir, ef maður lítur bara á töfluna, ég meina, Fjölnir endar hérna í 10. sæti með 12 stig fyrir tímabilið. Er þetta eitthvað sem þið gerðuð ráð fyrir, er þetta á pari, hefðið viljað fá meira og breyttist það eitthvað eftir byrjunna? Ég meina, byrjun tiltölulega vel, unnum þessa leiki sem við áttum að eiga að vinna, áttum að sénsi að vinna. Er þetta það sem þið bjuggust við eða hefðið viljað meira út úr þessu, 12 stig? Sko, við byrjum mjög vel. Við komum óvart í byrjun, sko, það alveg klárt og það svona, við sjokkurum svolítið held ég fullt af fólki sem úrtölufólki sem var að tala um hvað þið að fara að koma hér upp í deildina og eitthvað svona bull, sko. Síðan kemur kafli sem við erum ekkert sáttið við af því að reynslan ekki nægileg í hópnum, sko. Við megum ekki gleyma því að meðalaldurinn sko rétt komin upp fyrir grunnskólaaldur, sko. Og það vegur þungt á móti liðum sem eru búin að spila fleiri 1000 meistaraflokksleiki samtals leikmenn, sko. En ég ætla ekki að leyna því, ég hefði viljað fá 15 stig í vetur. Ég hefði viljað vinna FH í seinni umferðinni, við spilum mjög illa á móti FH og ég hefði viljað vinna IR en þar var bara IR betri en við.
Nú FH var betur en við í þeim leik. Þið mættu þetta ekki til leik síðan að seinna FH-leik. Það er minnsti leikur sem ég hef bara séð, sko. Já, ég það engin launung, ég talaði ekki við leikmenn fyrir daginn eftir, ég gat ekki talað við þá eftir leikin, ég veit bara, og ég tek það alveg á mig sem þjálfara, ég sem þjálfara á alltaf undirbúið liðið, sko, það er ábyrgðin mín að skila réttu hlutum inn í hópinn, sko, það verður alltaf þjálfarans. Jón, hvað segir þú? Andrés talar 15 stig. Ertu sammála því að þú hefði viljað enda tímabilið með 15 eða hefði það verið ásættanlegra þó 12 að mínum mati sé mjög jákvætt? Náttúrulega við vissum þannig sé ekkert út í hvað við erum að fara. Við spáð þarna að vera með afturhaldleiki í tveimur sætunum. Eðlilega kannski? Já, svo byrjuðu að vinna HK með tveimur og þá sáum við ok, við erum með hörku lið og alveg hörku gott svona byrjunlið. Við erum með þarna Andri, Begg og Dínu sem leiða svolítið vagnir hérna sóknarlega séð og gengur svolítið vel að framan á. Þá fær maður að hugsa, ok, við getum alveg sett meiri kröfur okkur sjálfa. Svo náttúrulega lendum við í því að missa Andri út og þá þurfa yngri stelpur sem við höfum kannski búin að plana fyrirfram að ekki vera í einn stór hlutverki. Það lendi í því að þurfa að byrja leiki. Svo stelpa eins og Sara sem er bara 4 flokki eldri ári að byrja leiki í meistaraflokki. Þá veit maður það að liðið gríðarlungt, sko, þannig að við erum að taka alltaf reikninginn varðandi væntingarnar. En ég verð að segja, svona eftir að hyggja, hefði maður viljað fá 2-4 alla í viðbót, en maður getur ekki verið ósáttur með þetta. Þetta er framar á vonum. Já. Við erum alveg verið stoltir af þessu. Þetta er klárlega meira en ég taldi fyrirfram allavega og ég allavega búin mjög gaman að fylgjast með þessu liði bæta sig og er eitthvað sérstakt sem þið takið svona, eitthvað sérstakt sem þið eru stoltir af í veturinn og eitthvað sem þið hefur kannski lært bæði sem þjálfarar og bara lært á liðinu, er eitthvað sérstakt sem þið takið svona út úr veturinnum, hvað það varðar? Það er svona eiginlega tvennt, sko, við bóknum nokkru sinnum í vetur, sko, og við brotnum ekki. Og það merkjum það að það er eitthvað á baku, sko, það eru karakterar í liðinu, en þær þurfa núna í sumar að leysa þá læðingið að verða ekki bara efnilegar, heldur við þurfum núna að fara lengra og verða góðar. Og ég er mjög stoltur af því gagnvart liðinu, ég er mjög stoltur af því að hafa náð, að við Jón höfum náð, sko, svona mörgum ungum stelpum og flott. Það er ekkert sjálfgefið að mæta hér í leik eftir leik þar sem eru, sko, helmingur á liðinu en þá í 3. flokki, jafnvel 2 í 4. flokki og annað eftir því. Þannig að ég er mjög stoltur af því. En ég er eiginlega stoltastur af umgjörðinni, veitur. Við komum nýinn í efstu deild í handbolta, það hefur aldrei gerst áður hjá Fjölni og við höfum náð frábæru upp því að sýna alla leiki, fullt af fólki að koma að horfa á, margir að vinna í kringum þetta. Og við höfum sýnt það, held ég, að Fjölnir er komið til að vera í handbolta og við erum rétt að byrja. Ja, falleg orð. Jón, ertu eitthvað sem þú getur tekið undir? Þetta var bara nokkuð vel lýst í Andrési, þetta er bara eins og ég sammála, umgjörðin bara frábær. Gaman að sjá að þið séu svona uppálinn Fjölnismenn að vera að koma með 2 meistaraflokka í handboltanum sem eru að gera góða hluti og sé svona mynda smá svona stemming í gráðanum fyrir þessu. Sé til þess kallamegin að byrja að mæta fleiri á leiki en við vorum að gera í fyrra svo þetta er svona stigvaxandi og við ætlum bara að byggja þessu og gera enn betur næsta ári. Ok, ef við kannski lítum aðeins á hann í nokkur jákvæðir punktar frá leiknum í dag svona sem að súmara kannski tímabilið að mörgu leyti en næsti vetur, búist þið við svipuðum hóp eða þú veist, eru stelpurnar bara klárar í annan eins vetur bara að gera betur og meira eða hvernig sjáu þið það fyrir ykkur þróast kannski, örstuð? Sko, við viljum gera betur. Þú ferð ekki í þetta til þess að vera í status quo, sko. Þú annarkvort ertu í þessu til þess að vinna og fara fram á veginn í þessu eða þú hættir. Við erum með alla leiknum klára nema eina sem við erum að reyna að klára sem vonandi bara klárast á næstu dögum. Þá það í þjálfarateymið að vera klárt, umgjörðin að vera klár. Vandamáli hérna frá sem ég verð bara að fá að koma í þessar umræða að sko það sem við fáum af tímum annað til háborðans skammar og það er ekki bara við heldur karna líka. Við erum að deila einu húsi, það er mikil gróska í körfunni líka og við erum sko ég veit ekki hvað margir landslýsmenn í körfumeginu, við erum milli 26
krakkar og fullorðnir að í landsliðsverkefnum með HSÍ búin að vera allan vetur. Við erum að æfa í kringum 75% af þeim æfingatíma sem önnur lið að fá. Og ég sæi anda, bara lítið dæmi, ég sæi anda eitthvað annar lið, láta bjóða sér það á dagi fyrir leikdag, færðu hálfan sal. Já. Við gátum ekki gert meiri kröfur, við erum nýliðar og gátum ekki gert meiri kröfur en klárlega þurfum við meira og betra ef að menn alltaf fara lengra honum á veginn. Já, ég tek undir flest af þessu allavega. Jón, hvernig leggst næstu vetur í þig og hvernig séu þetta fyrir þér? Svipað Andrés og tala að aðstöðleysi og annað. Ég bara get ekki beðið eftir, sko. Þó þetta var að klárast bara í kvöld, þá lakka mér stressstýrlega til eftir 5 mánuði þetta byrjar. Því að við ætlum bara að æfa vel í sumar og þegar við erum með ungt lið þá verður bara betra og betra. Við verðum bara sterkari og sterkari eftir því líka sem við spilum meira saman. Þetta er allt, við vorum bara að búa til lið, sko, af aðkomu stelpum og svo uppeldum og tekum helings tíma að búa til kjartan sem þekkja hvern annan og kannan inn á hvern annan, inn á vellinum og utan. Og ég held sem undir lokin það alveg komið með það og í sumar verður bara sterkara, þannig að við komum bara sterkara til leiks. Það er klárt mál. Já, núna allan að vita allir hvað þarf, ég meina ég segi, við endum í 10. sæti og ef þetta verður aftur einn stór deild þá vitum við hvað þarf til að kroppa í þessu topp 8 og ég meina þið sýnið það í þessum síðustu leikjum. Það sem ég langar að tala hérna kannski bara í lokin, það eru 3 mjög skemmtilegir póstar sem að gerast í þessum lokaleik. Það er, í fyrsta leik finnst mér skemmtilegast að Helena Ósk kom inn í liðið. Hún átti hérna kom inn í móti Gróttu í síðasta leiki í 3. kvenna, kemur sér inn núna, fyrsti leikurinn henni í vetur, skora mark, það er ekki mjög svo mikið gleði kringu það. Mér varst alltaf persónulega geggjað moment, búin að vera meidd í 1 ár. Öðru lagi Díana fer yfir 200 marka múrinn, er með allra markaðastu leikmönnum í deildinni og kannski eftir smá stundu fá ykkar álit á hennar innkomi lið og svo þriðja lagi Berglind Benediktsdóttir, bara hversu geggjuð hún verið, hún fer yfir 100 marka múrinn, hún er á öðru ári 3. flokki, er frábær í vörn og sókn, sérstaklega varnarlega en samt skila alltaf 5+ í leik sóknarlega. Já, þessi 3 atriði, Helena, Díana með 200, Berglind með 100 og geðveiki vörn. Þú veist, hvernig horfa þessi atriði við ykkur sem gerast í dag og já, bara innkoma þeirra í lið? Ef við byrjum á Helenu þá er sko, náttúrulega eins og segir, hún kom inn í leikinn á móti Gróttu í 3. á sunnudaginn og þá svona nánast táraðist maður. Já, ég tek undir það. Því að þetta er búið erfitt, slasast illa og búin að vera langur ferill en sko bæði hún og foreldrarnir hann er búin að vera 100% í öllu starfinu og hún er búin að vinna eins og herforingi að komast inn aftur og að ná því að núna að spila, það lyftir bara hópnum. Hópur finnur það að ef þú vinnur, ef þú leggur mikið á þig þá getur ekki annað heldur orðið betur heldur og vast. Og þetta peppar fyrir okkur alla vinnuna. Bara í Díunu þá var Díana wildcard, ég hafði strax ofurtrúað því þegar töluðu við hana að við getum gert eitthvað saman, við tveir með henni sem þjálfarar og hún með okkur sem leikmaður og hún er sannarlega sanna það að hún fekk að æfa með afrekshóp varðandi alvegslið og er bara að sanna það að hún er góður leikmaður en hún á ýmislegt í land og hún náttúrulega það sem háir henni það að undanfyrir 2-3 ár þá hefur hún ekki fengið að spila mikið. Þannig hún er svolítið að hlaupa sér hornin og hún kemur bara sterkari inn á næsta ári. Hún verður sterkari varnarlega, við þurfum að vinna í því og hún verður sterkari sóknarlega. Þannig ég hef ofurtrú að hún kemur bara ennþá sterkari inn. Varðandi Berglindi þá er sko, við erum búin að ræða þetta mikið, við Jón Brynjar okkar á milli með þessar toppleikmenn sem við erum með að Synda Andrea skildi ekki ná að sína sitt rétta í vetur vegna meiðsla og hún kemur 100% inn á næsta ári og verður bara gaman. En Berglind er búin að sína það og sanna að þú getur orðið spámaður í eigin föðurlandi, sko. Þú þarft ekki að fara eitthvað annað. Þessi stelpa bara kemur hérna úr hverfinu, byrjar hér að æfa handbolta í litlum klúbb og er bara að sína það að þú getur ná langt. Þú þarft ekki alltaf að fara eitthvað annað. Og ég vona að þetta verði til þess að þessi stelpur alltaf skynji það. Og þú getur búið til lið
og getur orðið landsliðsmaður í þínum eigin klúbb. Það ekki alltaf grænna hinum megin sko. Nei. Ekki nema kannski í Kópavogi, en það alltaf öðruvísi. Alltaf gott að búa í Kópavogi, sagði einhver. Já. Já. Jón, eitthvað við þetta bæta? Nei, bara eins og segið, þannig að eins og Andrés minnst á að það var alltaf leiðilt að vera ekki með Helenu í að vita að hún klárlega hjálpað okkur. Hún kemur með svolítið svona öðru element í hotni en við erum með, hann er með svolítið grimmt og svolítið karakter. Maður vantar svona þannig karakter í hópinn. Það var rosalega gott að hún sé komin í það. Díana alltaf hjálpað okkur svakalega sérstaklega í byrjun því að við vorum með svo ungan hóp að taka athyglinna á sig, taka svolítið að því að skora mörkin og svona var ekki alveg eins mikið pressa á stelpunum sem tók hún til sín. Það hjálpa líka alveg gríðarlega og hún, eins og Andrés sagði, hún á nokkuð eftir að læra en hún alveg frábær leikmaður og getur orðið alveg svakalega leikmaður í framtíðinni. Og svo alltaf bara með Beggu, hún alltaf bara algjör snillingur. Með að geta spila frábæra sókn, frábæra vörð. Hún bara svona þessi complete player sem maður alltaf leita og það bara frábært að sjá svona uppganginn henni. Já, hún kannski stundum verið undir radarnum en hún allan að springa út núna fyrst manni og fá það kredit sem hún á skilið. Já, þetta fyrir að síga á seinnilutan hjá okkur eitthvað skilaboð sem þið hafa að lokum til einhvers sem að horfa, stuðningsmanna eða leikmanna eða eitthvað? Ég vil náttúrulega þakka stuðningsmönnum og öllum sem hafa komið að þessu fyrir frábært starf sko. Þú veist þetta nú ég búinn að vera, já, sem ég segi, allt á mörgum klúbbum að þjálfa, ég náttúrulega... Ekki nóg mörgum, þú hefur aldrei verið káir. Eru gróttu káir, Rólfur. Já, ok. En sko, ég náttúrulega búinn að þjálfa síðan 1976 held ég, þannig að þetta orðið heldur langur tími. En það ákveðin elementin í gangi sem að fólki má ekki gleyma. Nei. Ef að menn halda, sko, þetta getur farið í báðar áttir. Við getum orðið aftur örklúbbur sem að maður var þegar maður var að þjálfa andstæðinga Fjölnisir áður og þá sagði maður þetta leikur sem allir getur með að spila, það getur engin neitt í Fjölni. Ég held að Jón Brynjar hefði verið að fara það var engin í samstæðan. En sko, elementir til staðar menn verða að þora að gera þetta. Menn verða að hafa hugrekki til að fara lengra. Það þýðir ekkert að berja sér upp brjóst og segja við vorum æðislegi í vetur ef við ætlum ekki að gera neitt meira. Nei. Menn með ekki að vera satt í núna og við getum hort á stóru klúbbana að þetta stanslaust vinna, þetta stanslaust barátta. Klárlega. Ég ætla að fá bara að segja eitt sko, ég alveg óheyrilega stoltur á stelpunum. Það svona, ætla ég að fá bara að klára í þessu því að þær náttúrulega spila leikina. Þær þurfa að puða, þær gera vinnuna. Ég get staðið á hliðarlínu og öskrað og gert hvað sem ef vinnan alltaf leikmannin og þeir eiga að njóta sammælis í veturinn og þær hafa staðið sig frábærlega allar. Ég tek undir þetta, þetta sáttur við með svo lóka. Það ekkert að segja mér þetta er algjörlega rétt hjá honum. Já, við þökkum þá bara Andrési og Jóni kærlega fyrir spjallið, fyrir hönd Fjölni TV þökkum allan að kærlega fyrir hennar vetur með meistaraflokki kvenna. Það eru stórkostlegur vetur, lærdómsríkur, skemmtilegur og allt sem því fylgir. Og svo bara framöndan stemning hjá körlunum í umspilinu og það bara flikkast allir Fjölnismenn en fyrst og fremst glæsilega árangur í stelpunum og í dag gaman að fá Helenu inn og til hamingju Berglind og Díana með ykkar árangur með mörkin og árangurinn og við þakkum bara frá okkur í bili og vonandi haldið áfram að horfa á Fjölni TV. Takk fyrir.